daginn og velkomin í Silfrið. Við ætlum að ræða eins siðareglur og siðferðisleg málefni við Vilhjálm Árnason, ekki þingmann, en prófessor í heimspeki við Háskóla Íslands og stjórnarformann siðfræðistofnunar skólans hérna á eftir. Síðan koma þau til mín Sigríður Mogensen, hagfræðingur, og Þorbjörn Þórðarson, fréttamaður, og þau ætla að ræða söluna á Arion banka eða hlutabréfum í bankanum sem átti sér stað í vikunni með nokkrum þingmönnum sem eru hérna hjá mér í þrættinu á vettvangi dagsins. Willum Þór Þórsson, þingmaður Framsóknar, Oddný Harðardóttir, þingmaður Samfylkingar, Hanna Katrín Friðriksson, þingmaður Viðreisnar, og Helgi Hrafn Gunnarsson, þingmaður Pírata. Velkomin öll sömul. Takk. Við ætlum að ræða málana, stóra akstursmálið. Það hefur lítið verið rætt annað en aksturskostnað þingmanna í þessari viku. Oddný, byrjum á þér. Þú býrð náttúrulega í Garði, ert úr Suðurkjördæmi og ert þar af leiðandi með þeirra sem keyrir svona töluverða vegalengdir og ert að þiggja eða fá endurgreiddan aksturskostnað. Finnst þér þetta hafa verið einhver leyti ósanngjörn umræða eða illa stillt upp núna í vikunni? Mér finnst nú fyrst og fremst mikilvægt að allt svona sé upp á borðum. Og ef það leyndi við svona hlutum þá fara menn að hugsa býtu hvað eru þau að bauka. Þetta nú eitthvað ekki eins og það á að vera. Þannig að fyrstulega mikilvægt að þetta sé bara upp á borðum og allir viti. Mér finnst hafa vantað inn í þessa umræðu að landsbyggðarþingmenn fá annars vegar greitt fyrir að halda 2 heimili. Við getum valið það, fá ákveðna mánaðargreiðslu fyrir að halda 2 heimili sem er 190.000 krónur á mánuði ef ég man rétt innan við það. Og hins vegar geta þær valið að keyra á milli og ég vel að keyra á milli. 2/3 af mínum akstri fer bara í að sækja þingið, þingfundi, nefndir, þingflokksfundi, þar sem við erum skylduð til þess að gera og getum ekkert valið 1/3 síðan kjördæmið. Allir þingmenn fá greidda aksturskostnað eða ferðakostnað við að fara á fundi út landið og það er ekkert öðruvísi með okkur. Ég bý í stóru kjördæmi, það eru 500 kílómetrar tæpir á milli Garðs og Hafnar í Hornafirði, þannig að þetta er fljótt að telja. En ef að ég myndi velja að leigja mér húsnæði í Reykjavík, þá væri það ódýrara. Já. Eða það væri sem sagt dýrara fyrir skattgreiðendur ef ég myndi fara þá leið og hætta að keyra á milli. Ég hins vegar er ekki komin á bílaleigubíl, en ég hef ekki sent inn reikninga á þessu ári. Ég hef einfaldlega valið og bera það kostnað sjálf að vera á jeppanum mínum í þessari ótíð. Frekar en að velja nýjan bíl sem ég þyrfti að venjast og er kannski eins og þessi bílar sem að þingmenn eru á. Væntanlega ágætir þegar tíðin er betri, en ég bara treysti jeppanum mínum núna. Helgi Hrafn, þið Píratar, þið settuð þetta mál svolítið á dagskrá með fyrirspurn Björns Leví sem var svarað með þessum upplýsingum um fjárhæðir. Hver er ykkar afstöðu í þessu? Er þið bara á því að þetta eigi alltaf að vera opinbert eða gerir þið eitthvað athugasemdir við framkvæmdina á þessu? Hvernig sjá Píratar þetta? Fyrst og fremst er mikilvægt að þetta sé opinbert og sundurgreinanlegt niður á einstaka þingmenn. Ef þetta hefði allt saman legið fyrir alveg frá upphafi, þá held ég í fyrsta lagi að það hefði sennilega haft einhver áhrif á það hvernig þingmenn nota þetta, sem er aðalatriði í mínum huga. Það er svona aðhalds þá hlutverk í birtingunni sem slíkri? Já, ég held að það sé bara óhjákvæmileg tilhneiging fólks að þegar það gerir ráð fyrir sjálfkrafa að hlutinni séu opinberir, að þá er það alltaf að hugsa um það og það er mjög hollt, sérlega fyrir stjórnmálamenn, að þeir hafið alltaf í huganum að það sem þeir geri og segi sé opinbert og sé ekki háð einhverjum svona geðþótta þeirra það hvort það verði birt eða ekki eða hvort fólk komið til með að fjalla það eða rannsaka eitthvað þýðinlíkt. En síðan er hitt að almennt með starfskostnað, þingfararkaup og þetta á ekkert að vera hjá þingmönnum. Nei. Þetta á að vera einhvers staðar utan þingsins sem þessar ákvarðanir eru teknar. Og við erum núna með svolítið skrítið fyrirkomulag því leyti að það er kjararáð sem ákveður þingfararkaup. Og það fyrirkomulag er í eðli sínu gott þótt að hafi klikkað þarna síðast. Þetta virtust ekki alveg hafa tekið tillit til möguleika á því að ákvarðanin myndi valda kjaradeilum eins og frægt er orðið. En síðan er það forsætisnefnd sem er að taka ákvarðanir alls konar kostnað því líkt.
og tekur stundum réttar ákvarðanir og stundum rangar, en það allavega, þú veist, sá hluti í höndum þingsins. Þú veist, ég segi bara eins og mér langar ekkert að svara þessum spurningum. Ég vanhæfur til þess, skilur. Þú ert að spyrja mig mín kjör. Ég get ekki svarað þér og á ekkert að svara þér. Það á að vera einhver annar aðili sem gerir það. En sko, gegnsæði sem hefur verið hingað til iðkað hefur snúist að því að reglurnar séu opinberar. Þú veist, að það sé vita til dæmis að þú fáir 15% álag fyrir formennsku í nefnd sem dæmi. Þú færi 50% álag út formaður flokks í stjórnarandstöðu. Og það auðvitað sjálfsagt að það sé opinbert, en það vantar sko að það sé hægt að greina þetta niður á einstaka þingmenn. Og sumum þingmennum finnst það eflaust eitthvað óþægilegt. Ég myndi leggja til að í kjölfar þessarar umræðu að þá ætti að vera mun þægilegra fyrir okkur öll að hafa þetta bara eins opinbert og gegnsætt og mögulegt er. Hanna Katrín, þetta hefur einhver leyti snúist sko eða svona sýnt fram á ákveðin aðstöðumun sem á milli landsbyggðarþingmanna og svona höfuðborgarsvæðis þingmanna, það er að segja Kraga og Reykjavíkur þingmannanna og svo jafnvel sko aðstöðumun milli kjördæmanna sjálfra á landsbyggðinni. Hvernig blasir þetta við ykkur í Viðreisn? Þú ert nú Reykjavíkur þingmaður en vantar að skoða þessu. Já, ég held að klálega og þetta alveg rétt og þarna blasir einmitt þessi aðstöðumunu við og það hægt að halda langa ræðu það, til dæmis fyrir ungt fólk og við talum ekki unga konur að halda fjölskyldu út á landi og sinna síðan þingstörfum og allt það sem því fylgir. Þannig að það náttúrulega lykilatriði að starfskjör þingmanna séu þannig að landsbyggðarþingmenn og þó í þessum 3 kjördæmum sem flest geti sinnt starfinu sínu, geti sinnt kjósendur sínum og geti sinnt lýðræðinu. Þannig að það þarf að setja reglur sem að tryggja það. Síðan vitum við það að reglur, þær tryggja geta aldrei neglt niður alla mannlega hegðun. Þannig að við þurfum þess vegna að hafa aðhald og það eru fjölmiðlar og það eru kjósendur sem eiga að sýna okkur það aðhald, en til þess að þeir geti gert það, þá þurfa þessar upplýsingar að liggja uppi. Vera på yfirborðinu, vera aðgengilegar. Og ekki svona ad hoc, ekki bara þegar eitthvað springur, heldur bara reglubundið, þannig að allir viti af því og þá finnst mér líka mjög mikilvægt að samhliða því séu leikreglurnar líka skýrar, þannig að þessi sameiginlegu skilningur allra hvernig eigi að túlka reglurnar, þú veist, hvað eðlileg hegðun í þessu, þannig að menn síðan sé ekki að togast og teyjast á við það hvað þeir gerir við upplýsingarna þegar það liggja fyrir. Og þá til dæmis að þetta hefur verið inn í umræðinni akstur, af því við erum að tala akstur, en bara almennt starf þingmanna sem lítur á prófkjörsbaráttu, það hluti af stjórnmálastarfinu. Ég held að það grátt svæði þar, einfaldlega vegna að það mjög erfitt að skilja á milli. En það þarf allavega að skerpa á því, þannig að skilningurinn sé sameiginlegur. Og síðan það þetta, finnst mér ekkert sérstaklega flókið að það sem við erum að gera í okkar einkalífi á ekki vera greitt af ríkissjóði. Alveg sama hvað eiginlega. Viljum, þetta eru aðalega sko 1 eða 2 þingmenn sem eru þarna með kostnað sem náttúrulega töluvert hærri heldur en hjá öðrum. Sko þetta vandræðamál, ég meina formaður Sjálfstæðisflokksins sem þá yfir þessum 2 sjálfstæðismönnum, Ásmundi og Vilhjálmi sem þarna langefstir. Hann hefur sagt að þeir eigi bara að fylgja reglunum, sko Fréttablaðið kallaði til dæmis eftir því í vikunni, Ásmundur hreinlega segði af sér, hvað segirðu við þessu? Ég vil, sko fyrst vil ég segja það, ég held að sé vilji allra þingmanna að þetta sé bara opinbert. Og það jákvæða við þessu umræðu finnst mér að þetta dregur fram aðstöðumun þingmanna á milli kjördæma. Tilvist okkar þingmanna á höfuðborgarsvæðinu eru þetta gjörólík þeirra sem þurfa að fara langar vegalengdir. Það hefur tekist að hagræða og ná niður aksturskostnaði. Skulum ekki gleyma því, en það jákvæðast að við þetta held ég að koma út úr þessu. Það við horfum á þetta út frá aðstöðumun, út frá lýðræðinu, hvaða leið sem við förum og þegar við förum að birta þetta þá má þetta ekki hefta samskipti þingmanna við kjósendur. Það mjög mikilvægt að við höldum í það, þannig að það verði ekki heftandi. En sko reglur þingfararkostnað í mínum huga eru tiltölulega skýrar. En það eru þetta grá svæði og svo á endanum í mannlegri hegðun þetta bara dómgreindin sem sker úr það. Þetta eru tilfallandi ferðir fyrir okkur hér á höfuðborgarsvæðinu en þetta er langan veg að fara fyrir þá sem eru í landsbyggðarkjördæmunum. Ég meina, nú eru það að klára kjördæmadaga og hafið væntanlega öll verið á einhverju flakki að hitta þessa
kjósendur sem starfi í umboði fyrir og það er gert ráð fyrir því í þingsköpum, þannig að þetta samband er greinilega svona viðurkennt í lögum. Er kannski spurningum að fjölga einfallega þessum vikum, þannig að þingmenn séu þá bara fast með eitthvað svona tíma þar sem þeir eru í formlegu sambandi við kjósendur en á öðrum tíma ekki? Ég held að allir þingmenn myndu fagna því vegna þess að þetta er afar dýrmætt. Maður finnur það bara þegar að þessi kjörtímavika er að fara, nú hittum við sveitarstjórnir hér í Suðvestur og þetta er mjög dýrmætt samband. Árný, sko, þetta gráa svæði sem að Hanna Katrín var að tala hérna áðan, sko, Andrés Ingi, þingmaður Vinstri grænna birti til dæmis allar sínar endurgreiðslur, yfirliti við það, en þar er ekkert, þó að það sé virðingavert og mjög gott, að þá eru þar til dæmis liðir sem eru ekkert óumdeildir, það eru greiðslur fyrir vinnuferð þingflokks VG. Er ekki ýmislega fleiri svona atriði sem að þarf að skoða og jafnvel ræða og meta hvort það sé endilega tilefni fyrir þingi að vera greiðar? Þetta er ekki eitthvað sem til dæmis þingflokkur VG ætti einfaldlega bara að leggja út fyrir? Sko það eru mjög mörg grá svæði og matskennd sem að þarf að fara yfir og helst af öllu ætti þetta ekki vera neitt vafi, það er bara ákveðnir reglur, ákveðin upphæð og búið. En það er kannski, það má vera þessi erfitt að búa til þannig reglur, það verði alltaf einhver grásvæði og það verði alltaf undir bæði einstaklingum og flokkum komið, hvernig fari verður með það. En nú ætla forsætisnefndin að taka þetta upp á sínum fundi á morgun og ég bind vonum við það að við fáum út úr þessari umræðu og þeirri vinnu betri leikreglur til að fara eftir því að við þingmenn, við eigum lítið annað en traust kjósenda á okkur og þau trúi því að við séum í rauninni heiðarlegt og gott fólk og þessi umræða hefur svona kynnt undir annað og þess vegna hefur hún verið óþægileg en hún er gagnleg að því leyti að væntanlega verður nú til þess að reglurnar verður skýrari og gagnsærri. Já. Hanna Katrín, þetta er sko þarna gilda samt sem að það eru ákveðnar reglur. Það liggur alveg fyrir að það er búið að beina þeim tilmælum til þingmanna að eftir ákveðin kílómetrafjölda þá séu þeir hreinlega á bílaleigubíl. Er þetta ekki bara mjög skýrt dæmi það að það sé ekki farið eftir reglunum og hvað að gera í því? Jú, það er það í raun og veru en minna nú er Árný með skýringu á því af hverju hún skipti ekki bíl og þú veist, það er tíðin og það er munur á bílum en þá finnst manni bara svari vera auðvitað hljóta þingmenn eiga að geta treyst því að bílaleigubílarnir sinni þeirra þörfum og taki marka því að þeir eru að keyra í ófærð út á landi þá er það bara jeppi ef það sem þarf til að við sinnum starfin okkar en ég er algjörlega sammála því og ég tek undir það líka sko þessar reglur er ekkert sérstaklega óskýrar í raun og veru og ef að það er eitthvað óskýrt og nú tala ég út frá minni reynslu þá hef ég bara tekið upp símann og hringt í einn af 100 starfsmönnum þingsins sem eru þarna búnir að leiðbeina okkur. Ég meina þetta er ekkert mál ef maður ætlar sér að passa sig að vera innan þeirra reglna sem okkur settar þá er það mjög einfalt og ef maður er ósáttur við þessar reglur og hefur réttmæta gagnrýni þá vinnur maður í því að breyta reglunum en maður segir ekki bara ég ætla ekki að fara eftir þeim. Það er ekkert sérlega gott fordæmi. En það er líka mjög skrítið að þingmenn séu þeirri aðstöðu að segja ég ætla ekki að fara eftir reglunum. Að því auðvitað þingið að segja heyrðu það eru hérna reglur, þú ert ekki að fara eftir þeim og við ætlum ekki að borga þennan kostnað. Það er alveg rétt. Það er bara... Og þá erum við komin í þess að skrýtna aðstöðu sem þingmenn eru í sko að vera dómarar í einsök í raun og veru vegna þess að það einhvern veginn er þannig sett upp. Þannig á það ekki vera. Nei, en það setur líka ennþá ríkari kröfur á okkur. Ég held að líka eins og Helgi kemur inn á hérna áðan það því að forsætisnefndin og að setja þessar reglur sem að snúa starfskostnað og ferðunum og því líkt. Ég sé bara ágætt að einhverju aðrir geri það. Setja okkur þingmannar reglur. Við viljum fá þetta bara út úr þinginu. Já, og við bara förum eftir þeim. Og þær séu bara nógu einfaldar og skýrar og við getum þá leita eftir leiðbeiningum það ef það er eitthvað grátt svæði. Hvað má og hvað má ekki. Það sé ekkert mál, en þetta má ekki á endanum koma niður á samskiptum þingmanna við kjósendur. Alveg rétt. Að lýðræðið er dýrmætt í þessu. En svo væri kannski líka jafnvel áhugavert svolítið að fá að vita hvaða samskipti vilja kjósendur raunverulega við okkur þingmenn
af því að ég ekkert endilega viss að hérna, við séum bestu sællega að dæma það. Ég meina, ég veit ekki hvort að við getum einhvern veginn kallað eftir slíkum upplýsingum og ég meina, ég ekki að tala einhverja ein alheimsregla gildi en þú veist, hvað það nákvæmlega sem fólk og þá utan að landi sem hefur verra aðgengi að sínum þingmönnum. Hvernig vill það sjá þingmenn? Það jafnt og þétt yfir allt? Vill að fá það detta inn í allar persónulegar veislur eða vill að hafa þetta á stærri fundum meira en sjaldnar eins og vorum að tala áðan, fleiri kjördæmavikur? Það væri bara nógu áhugavert að fá úr því skorið svolítið. En það virðist vera, ég meina þarna er þingmaðurinn Ásmundur, hann talar það sé mikil eftirspurn eftir því að hann sé á ferði í kjördæminu og þetta eru bæjarhátíðir. Þetta er augljóslega eitthvað sem að verður að ræða. Hvar liggja mörkin? Og er yfir höfuð hægt, Helgi, að setja eitthvað svona algildar reglur eða viðmið? Skilur það er regla til staðar sem fjallar 15.000 kílómetra. Og fram við það þá eigi þingmenn, skulu er orðið sem er notað í reglunum, skulu er nota bílaleigubíl. En eins og Hanna Katrín segir, sko, þú veist, reglur er ekki eitthvað svona, reglur virka bara að það fara eftir þeim og það sem er svolítið vandasamt við allt þetta og við fleira í sambandi við þingið og þingmennskuna er það að þegar upplýsingar eru ekki upp á borðum aðgengilegar fjölmiðlum og almenningi til þess að gagnrýna og endurskoða ef það er áhuga á því þá verður til svona svakalegt misvægi í því hvernig þingmenn nota og nýta þessi réttindi sem við fáum. Og það er svona grundvallar atriði bara að við höfum öll sama rétt og við höfum sömu tækifæri og við höfum það sama á að gilda yfir alla. Og þegar það er svona ógegnsæi að því leyti að þetta er ekki þessar greiðslur er ekki útskýrar per þingmann, það eru bara svona útskýrar almennt og svo þurfa fjölmiðlar að finna út úr því sjálfur í hvað stöðu þingmenn eru, hvort eru formenn hér eða þingflokksformaður þar eða hvað og sérstaklega meðan aksturskostnað og slíkan kostnað, það er bara ekki birt niðurstaðar. Að það gerir það verkum að það er svo mikið ákvörðunarvald auðvitað á einhverju leveli byggt á geðþótta sett í hendur einstaka þingmanns án þess að sá þingmaður upplifi einhver viðmið, einhver samfélagsleg viðmið við aðra þingmenn, skilur við. Og ef ég væri landsbyggðarþingmaður og ég væri að velta þessu fyrir mér og ég hugsa að ég þyrfti stundum að spyrja mig, skilur, er ég að gera þetta fyrir alþingi, er ég að gera þetta fyrir flokki minn, hvar er línan? Það er ekkert alltaf skýrt eins og við höfum farið inn á. Að þá þarf að vera eitthvað samfélagsleg norm í kringum það. Svona, ég myndi fletta upp, hvað er aðrir þingmenn nota? Ég myndi passa að ég fær aldrei 47.000 kílómetra ef normið er eitthvað miklu lægra heldur en það. Og þess vegna er það svo mikilvægt, óháð því hvað okkur finnst fyrirkomulagið, að þetta sé gegnsætt, vegna þess að það er það sem gerur okkur kleift yfir höfuð til að endurskoða reglurnar út frá einhverjum öðrum. Það er lykilatriði í þessu. Ég man eftir að Brynhildur Pétursdóttir sem var þingmaður Bjartar framtíðar talaði ekkert um það, hún hefði fengið bílaleigubíl og fór á eitthvað fund eitthvað stór út á landi og þurfti síðan að fara smá ferð í einkaerindum sem var eitthvað svolítið keisla og vildi síðan gera þetta upp í þingið og þá er raunin engin leið til þess og hún henni hefur leið allavega illa með það og er þetta ekki bara akkúrat vandamáli? Þetta er óskýrt, matskennt og þetta kemur í rauninni bara inn á dómgreind og siðferðiskennt hvers og eins. Algjörlega, ég meina reglur í engum tilvikum geta verið tæmandi á alla mannlega hegðun eins og komið fram. Mér finnst einmitt þetta dæmi að Brynhildar gott dæmi það að þetta er ekki útkláð í reglunum. Og þá gerir bara hver og einn upp við sig, sína samvisku, hvernig það fer með það og þingið einhvern veginn ekki út frá reglunum tilbúið til þess að afgreiða málið. Og það verður auðvitað alltaf einhver svona tilvik, en fyrst og fremst þetta að birta bara þessar upplýsingar. Þannig að við eyðum tortrygninni í þessu. Meðan að þeir eru ekki birtar þá verður þetta endalaus umræða. En hún er góð, hún er jákvæð að þessu leitinu. Við erum þó að hnika þessu áfram, að fá einfaldar skýra reglur, birta þetta bara allt saman, allt upp á borðum og þá lærum við líka leið hvað er við hæfi og hvað ekki. Helgi, ég ætla svona kannski ljúka þessari umræðu að spyrja Jón Þór Ólafsson, þingmaður Pírata og hann á sæti í forsætisnefndinni og hann hyggst leggja það til að þessu máli í tilviki Ásmundar verði vísað til siðanefndar. Hvað er það sem að þið haldið að gæti mögulega komið út úr slíkri skoðun? Það náttúrulega er ekki, það er ástæða fyrir því að það er aðrir heldur en við sem ákveðum það. Það er vegna þess að brota siðareglum og athugaðu siðareglur eru
settar af okkur sjálfum fyrir okkur sjálf. Það er lykilatriði í siðareglum. Þannig að sko við sem pólitískir andstæðingar Ásmundar Friðrikssonar, sem við erum óhjákvæmilega, eigum ekki að meta það. Þannig að einhver annar þarf að meta það hvort að það hafi verið brot á siðareglum. Greinarnar sem að, það er 5. grein og 8. grein sem að sér í lagi, sem að svona, sem að allavega minn yfirlestur af þessu er eitthvað sem að ég myndi vilja fá skorið úr, sko. Og í raun og veru, það er auðvelt að segja þetta þegar maður er pólitískur andstæðingur Ásmundar, sko, að það er ekkert bara út af hans máli, það er bara til þess að við séum sjálf með á hreinu hvernig þetta eigi að virka, hvenær við erum að brjóta siðareglur, við þurfum að vita það sjálf, sko. Þannig að við mikilvægt að komast að því alveg óháð einhverju pólitísku mati á því hvort Ásmundur hafi gert eitthvað rangt í sambandi við siðareglur eða ekki. Við þurfum að vita það. Já. Þakka ykkur, Hanna Katrín og Helgi Hrafn kærlega fyrir komuna. Ég ætla að fá hérna inn 2 nýja gesti. Ég ætla aðeins að halda áfram að ræða þetta við ykkur. Ég meina þið komuð saman á morgun aftur þingi eftir þessa kjördæmadaga. Gerið þið ráð fyrir að verða eitthvað sérstök umræða þetta á þingfundunum á morgun eða í vikunni, þar sem að gæti mögulega hjálpa til við framhaldið á þessu, eða er það bara forsætisnefndin sem að tekur á þessu? Það eru 2 fundir á morgun, það er annars vegar forsætisnefndin, eins og fram hefur komið, sem að mun sérstaklega tala þetta, og síðan munu þingflokksformenn hitta forseta líka á morgun, og ég gerir ráð fyrir að við ræðum þetta þar. Það er hagsmunamál fyrir okkur þingmenn að þetta sé allt upp á borðum, það sé ekki hægt að tortryggja neitt og að þessum máli sé koma á hreint.